Góðan daginn, verið velkomin í Temjum tæknina, hlaðvarp Háskólans á Akureyri þar sem við könnum áhrif gervigreindar, nýrrar tækni og þess hvernig við sem samfélag ætlum að takast á við breytta framtíð. Í dag fáum við til okkar manneskju sem hefur með sínum vilja, vinnusemi og ástríðu sýnt okkur hvað það er að byrja upp á nýtt og búa eitthvað til sem að sameinar tvo mjög ólíka heima. Safa Jemai flutti frá Túnis, aðeins 23 ára gömul, lærði íslensku á 5 mánuðum, kláraði hugbúnaðarverkfræði frá Háskóla Íslands og er síðan með 2 mjög ólík fyrirtæki, annað í hátækni tengt gervigreind og hitt í kryddum. Hún hefur tekið áhættu, brugðist við að innsæi og byggt upp bæði teymi og traust í nýju landi. Takk kærlega fyrir að koma og bara takk fyrir að hafa samband og þetta er alveg ótrúleg vegferð sem þú hefur verið á. Takk kærlega fyrir boðið, Magnús. Bara ótrúlega gaman að vera með og kynnast þér og spjalla tækni og krydd. Já, tækni og krydd. Það er alveg merkilegt. En sko ef þú hugsar svona tilbaka þegar þú ert 23 ára gömul og í Túnis, að í raun og veru bara hvað í raun og veru færði til að leggja á stað í þessa vegferð? Já, mjög góð spurning. Sko, ef ég hugsa tilbaka, árið 2017, ég var í námi í Túnis, 5 ára nám, í verkfræði og það var ótrúlega mikil pressa. Það var svolítið svona skóli, þar sem við vorum 100, allavega í náminu mínu. Og við þurftum að keppast og fara í stórt próf og svo 60 af þessum 100 fara áfram og klára námið. Þannig að það var svolítið mikil samkeppni og það var ekki hægt að vinna saman og maður þurfti bara að gera sitt besta til að fara í næsta. Og þetta var svolítið, já, ég var rosalega dugleg í háskólanum og menntaskóla, en þetta var aðeins allt og mikið. Þannig að ég man það var sumar og ég var að hugsa bara hvað ætla ég að gera næst og mér langaði að fara eitthvað annað. Og ég var þá skráð hjá ISEC. Þetta er svona alþjóðlegt samtök þar sem þú getur fyrir nemendur til að fá sumarstarf eða internship, fara eitthvað annað. Og ég sótti það og svo var ég að leita að sumarstarf og ég sá að það var auglýst sumarstarf á Íslandi til að vinna sem við köllum completer í Hveragerði og ég var, þetta er mjög spennandi. Það var rétt eftir að ég sá videoklipp Justin Bieber. Ok, Justin Bieber, já. Smá fyndið, sagði ég. Þannig ég sagði að ég var, mér líst mjög vel á þetta, mér langar rosalega mikið að fara þangað. Þannig ég sótti það og fékk þetta tækifæri og ekki flutti, frekar ég kom til Íslands í fyrsta skipti 2017 í sumar til að vinna sem completer í Hveragerði og var þarna í 3 mánuði og ég get sagt núna að þetta hefur verið ennþá besta upplifun sem ég hef bara, haft í lífinu mínu. Þetta var, ekki eins og, þetta var engin gervigreind eða krydd eða neitt. Það var bara að vinna úti í náttúrunni, tína jurtir eða í gróðurhúsinu, tína eða vinna með grænmeti og við fengum í kringum 19 unglinga per 2 vikum frá alls konar löndum í heimi til að koma og vinna með okkur og við þurftum að þjálfa þessa krakka og svo bara, gera alls konar activities saman og halda áfram. Þannig að maður læriði rosalega mikið að vera með þessu fólki og upplifa alls konar menningar. Kláraði þessa 3 mánuði, fór tilbaka til Túnis og ég var bara ennþá með hausnum á Íslandi. Ég gat ekki hægt að hugsa það. Þannig að eftir 2 vikur þá kom ég úr herberginu mínu og sagði mömmu mína, veistu hvað, ég er að fara að flytja til Íslands, ég bara get ekki, ég verð að fara tilbaka.
Ákvað þá að sækja nám á Íslandi og fékk þetta nám en deildarstjórinn sagði þá, herri, þetta er á íslensku, þannig þú þarft að fara að læra fyrst íslensku og svo fara í hugbúnaðarfræði. Ég segi, já, bara ekkert mál. Let's do it. Ég vissi ekkert íslenskuna þá. Fékk íslensku námið, flutti til Íslands í fyrsta sinn þá ágúst 2018. Fór í 1 ár í íslensku námið og svo strax eftir það fór að læra hugbúnaðarfræði á íslensku og þetta var bara ævintýri. Skemmtilegt. Alveg ótrúlegt og að ég talast stundum hugrekki, sko, það er að gera eitthvað sem hugrekki er að gera eitthvað sem þú vilt ekki gera en þú þarft að gera það, sko. Þetta hefur kostað mikið hugrekki að þú veist, að þeir eru margir sem tala að láta elta draumana sína eða fylgja þeim með eitthvað, en þú raun og veru gerir það. Og þú veist, það er ekki stórt samfélag hérna á Íslandi frá Túnis, er það? Nei, það eru mjög fáir. Það er alveg, þú veist, bara ekki margir líka sem vita af Íslandi, allavega á þeim tíma, en núna er þú veist, margir sem koma hingað í, þú veist, sem túristar, en það er ekki margir sem búa hér frá Túnis. Nei. Nei. Við erum alltaf líka svolítið, held ég, að því við erum einhvern veginn með svo vestræna hugmyndir, fræði og svona Afrika, við erum rosalega langt í burtu og framandi fyrir mörgum. Þú veist, hvernig, þú veist, er eitthvað svona sem aðgreinir svona sérstaklega það, þú veist, íslenskt samfélag og þú veist, það samfélag sem elst upp í Túnis vegna þess að þú verið finna þig svolítið í þessu íslenska samfélagi þannig Hveragerði. Já, sko, bara, þú veist, ég myndi segja fyrst og fremst og það sem, þú veist, mér finnst svo fallegt að, þú veist, maður hugsar við erum svo ólík en við erum eiginlega bara manneskjur og það er svo margt líka líkt og sameiginlegt bara í Túnis og á Íslandi eða í hinum löndum, ég finnst það ótrúlega fallegt. Þannig að, já, þú veist, já, þannig það var skemmtilegt að upplifa það að in the end við erum bara fólk og við þurfum að gera ákveðna hluti og það er bara sama. Já. Það er alltaf gott lagi með hjálmum hérna, við erum bara eitt kyn, mannkyn, sko. Ekki sú umræða, þetta bara við erum öll mannkyninu. Já, við þurfum öll að borða, við þurfum öll að sofa og já, þetta er bara sama. En hvað er ólíkt? Matur. Og þess vegna fór ég að stofna krydd. Já, takk fyrir það. Matur og, já. Íslensk matamenning náttúrulega snerist lengst af framan af því að reyna að finna aðferðir til að geyma mat, ekki til þess að auka hann og gera hann einhvern veginn góðan, sko. En ég held að það sé nú svona þetta frábæru afleiðingar af fjölmenningarsamfélaginu og þau eru farin að hafa miklu meira úrval af spennandi mat og ég get sagt frá þessu núna vegna þess að mér finnst að ég skammast mín ekki lengur fyrir það en ég kynnist konunni minni 2010 og ég held að það hafi verið í fyrsta skipti sem ég borða mangó. Það er bara, við erum ekkert komið lengra úr torkónum heldur en það, sko. Nei, ég meina, ég fór til Kúbu í fyrra og það var í fyrsta sinn ég smakkaði guava, ávextur og systir mín býr í Kanada og það var guava á hótelinu og hún var, oh my god, við verðum ég ætla að borða guava á hverjum degi og bara, hvað er þetta? Hún sagði, þetta er mjög hollur ávextur og þú verður að smaka, það var rosalega gott. Þannig að maður lærir fullt í ferðalögum. En svo líka annað finnst mér finnst Íslendingar eru meira og meira duglegir að ferðast. Já. Núna, þú veist, ég heyri vinkonur mínar eða fólk í kringum mig að fara til Afríku, Suður-Ameríku, það er ekkert mál, þú veist. Það bara, já, við erum búin að plana ferð til Tansaníu og Suður-Afríku og ég bara, vá, ok, vel gert. Og ég var á fundi í gær og hún sagði, já, við erum bara mjög duglega að ferðast, við fórum fyrir 2 árum síðan til Egyptalands og við skoðum þetta og við vorum í Kenía og Suður-Afríku. Þannig að þetta er að breytast og svo þegar fólk fyrir að skoða önnur lönd, þá koma líka með öðruvísi svona mindset. Það er rosalega gott að ferðast, sjá að þú veist
fólk að lifa þarna og bara sjá aðra menningu og já, og bara það mjög heilbrigt og gott. Það mjög heilbrigt fyrir okkur Íslendinga sko, því að ég tek þetta alveg til mín að ég þarf mjög skemmtilegt og í raun og veru bara átta maður sig á því hvað maður veit oft lítið sko, að kynnast fólki úr öðrum menningarheimum. Vegna þess að bæði sem þú segir að þú veist, þá erum við ofta sömu drauma og vendingar og þarfir bara. En einhvern veginn sko auðgar samt sko svona hugsun að eiga í samskipti við fjölbreyttara fólk. En þú ert greinilega með svona, þú veist, hvað maður segja, með svona drífandi og drifkraft og svona leiðtoga element í þér og það er náttúrulega bara eins og við erum ofta að glíma við þessari gervigreind umræðu og þessari hlutdrægni reiknirita og annað, þú veist, þegar við horfum til svona sögulegra framleiðslu á gögnum að þá er þetta oft svona miðaldra, hvítur, vestrænn karlmaður sem að birtist þarna. Þannig að þú veist einhvern veginn svona ljós, svona einhvern veginn svona viti þarna í þessu að ótrúlega Anomaly í gögnum. Nei, við viljum ekki að það sé anomaly sko, við viljum að þetta verði normið sko. Já, það var ein frétt sem ég las í fyrra í Bloomberg og þau voru að tala bias og þau sko gerðu rannsókn á svona ákveðnum gögnum og það var spurt hver besti eða besta þú veist þjóði eða hver besta kandidat í stærðfræði eða læknisfræði svona, og það kom þá fólk frá Asíu hvaða manneskjur og meira líka á að vera þjófur og það kom fólk frá Afríku og ég var bara ok, þannig að fyrst maður verður að passa sig að hvernig bara nota hana og hvaða gögn á að setja í hana. Algjörlega sko og það er raun og þess vegna sem manni finnst mikilvægt að sem flestir fara að kynnast tækninni og nýta hana einmitt til að og vera meðvitaðir þetta og finna þetta vegna þess að það er sumt sem við sjáum og erum meðvituð en svo erum við líka ómeðvituð annan bias sko. Það er það sem manni finnst svona pínu Scary. Ógnandi en áður við skellum okkur alveg á dýptina í hugbúnaðarverkfræði og þá vegferð þá er kannski aðeins meira þennan kryddbransa það finnst hann alveg ótrúlega merkilegur sko. Já. Hvernig svona tókst þér að byrja því? Já. Sko það var 2020 Ég flutti ágúst 2018 og þá tók ég ákvörðun að ekki fara til Túnis í smá tíma. Vegna þess að mig langaði að svona embracea og upplifa íslenska menningu alveg í botni. Og þá tók ég 2 ár án þess að fara að heimsækja fjölskylduna í Túnis. Og svo akkurat ágúst 2020 fór ég að heimsækja foreldrana mína í Túnis. Og ég get sagt þér að það var magnað að upplifa allt upp á nýtt. Þetta var geggjur upplifun. Þú veist bara maturinn, fólkið í kringum mig, náttúran, ströndin, veðrið. Ég var svo þakklát fyrir allt þetta. Og eitt af því var maturinn sem mamma býr til heima. Ég var, oh my god, þetta smakkast rosalega vel. Hvernig gerur það, mamma? Hún var, já, þetta er bara harissa, þú veist, ég setti bara eina skeið á harissu. Og ég, ok, mér vantar þetta á Íslandi. Þannig að ég tók með mér þá nokkur krydd af því sem hún gerir heima frá grunni til Íslands. Og ég fór að pröfa að búa til grillakjöt með kryddinu, með satar, sem er villitimjan. Kaupa þorsk og steikja hann með öðru kryddi. Og blandin var rosalega góð, þú veist, það kom rosalega vel út saman. Og þá var ég, mér langar að fá vinkonur mínar og fólk sem ég þekki að smakka þetta með mér. Og svo fórum við einu sinni á Sumak hjá Þráni, eigandinn, gamla Óks í Reykjavík,
já, fórum að borða þarna og þá kynntist ég Þráni í fyrsta skipti og hann rosalega góður að svona spjalla við fólk og spyrja, þú veist, hvað þú að gera. Þetta snýst ekki bara um mat, snýst líka með að hafa svona kósí spjall. Og ég fór að segja honum, já, þú veist, ég forritari og að gera þetta, en mér datt að byrja að flytja inn handgerðskrydd sem mamma býr til í Túnis. Og hann var, já takk, okkur vantar þetta, please. Ég var fyrsti viðskiptavinur þinn. Og ég var, ok, það eitthvað, en ég bara forritari, ég kann ekki gera þetta, þú veist, ég ekki kokkur. Ég hef aldrei stofnað fyrirtæki. Og já, þú bara finnur út úr því, það ekkert mál. Þannig að þetta hélt áfram, þessi hugmynd hélt áfram bara inn í mér og ég gat ekki hætt að hugsa það, þú COVID byrjaði þá. En ég sagði, herri, ég ætla að kýla á þetta. Fór að tala við fleiri aðra kokka og allir voru bara, já, við erum bara til í þetta og við viljum, þú veist, sítrónuberg og við viljum þurrkaðan hvítlauk og þetta, þú veist, og þá kom ég með eitthvað 30 fyrir að lista. Ok. Og svo fór að finna út úr, þú veist, hvernig stofna fyrirtæki, hvernig, já, bara búa til business í kringum þetta. Það tók 7 mánuði að stofna framleiðslu fyrirtæki í Túnis og svo innflutningsfyrirtæki á Íslandi og í október 2021 þá byrjum við að selja. Og já, þannig við byrjum að selja stóru bakninga fyrir veitingastæði. Ég var að vinna þá með svona high-end veitingastæði, erum ennþá að vinna með þeim. Og svo í 2022, mars, þá vorum við með fyrsta opnunarpartí og lánsuðum litlu pókana. Þannig að þetta í heil tók 1 ár. Já, og hefur gengið rosalega vel. Það þú veist, magna hvað Íslendingar elska að prófa eitthvað nýtt og styðja líka við nýsköpunarfyrirtæki og hugsa bara, já, þetta mamma Sufu sem að búa til kryddin frá grunni, það ekkert aukefni í þessu, við viljum styðja þessar vörur. Og bara smátt, byrjum að selja í Hagkaup, Meilabúð og núna erum við að selja líka í Krónunni og það gengur bara rosalega vel. Við erum ótrúlega ánægð að gera þetta. Þetta snýst ekki bara að selja vöru, þetta snýst að tengja 2 lönd saman og 2 menningar gegnum mat og kynnast þessu fólki, þessum kokkum. Og ég bara elska að vinna í þessu. Þú veist, mér finnst þess að þetta ekki vinnan mig, þú veist, þetta ástríða. Þetta já. Og svo gaman, svo gaman að segja söguna. Og líka finnst mér gaman að vinna með mömmu. Pabbi stundum líka að hjálpa. Þeir eru bæði komin í eftirlaun, þannig það var markmið að fá þau kjörin. Það geggjað. Já, þannig að til dæmis í sumar, við erum mjög mikið í sumar að vinna í hvítlaugnum, af því, uppskrifan í sumar fyrir hvítlauk. Þá fer pabbi að ná í hvítlaukinn og svo fer hann í fyrirtækið þarna að hjálpa þeim að hreinsa og svo malar mamma og við erum líka, komin með starfsfólk. Það eru 3 konur sem eru að vinna þar. En þetta bara svona, myndi segja, fjölskyldu svona krútt fyrirtæki. Já, þetta alveg ótrúlega skemmtilegt og ég ætti að fara að kaupa með krydd þaður og gera tilraunir af því mér finnst gaman að brasa í eldhúsinu og líka einmitt hvernig þú segir þetta að tengja bæði menningar heima og svo þetta svo, hvað bara að segja, þetta svona tvíhyggja við að vera vinna algjörlega í raunheiminum, taka hvítlauk og þurrka og mala og svo í stafræna heiminum hins vegar en bara svona það sem er líka gaman að heyra og hvernig þú lýsir því að þegar þú ert drífandi og með hugmyndir og getur til að láta raungerast þá alltaf fólk sem að stígur inn og hjálpar og gefur fólki á stað vegna þess að ég held að nýsköpun og svona frumkvöðla starf sé eitthvað sem að muni bara vera nauðsynlegt á komandi árum og akkurat þetta svona frábært dæmi það. Já, algjörlega bara, já, ótrúlega skemmtilegt að vinna í nýsköpun en líka, munurinn á að vinna í kryddinu og tækni, þetta svo gefandi, bæði eru mjög gefandi, en í kryddinu,
það þarf ekki mikið. Fólk bara smakkar kryddið og bara segir, ég er mjög ánægð með vöruna, ég kaupi, steinholt. Í Já. tækni það þarf að fara í innanhúsprófanir, QA-prófanir, testa í testumhverfi, fara í prófumhverfi og svo bara iterata. Það tekur svona miklu meira, svona lengri tíma. Já, það einmitt og það kannski svona einmitt þetta jafnvægi sem að þetta skapar fyrir þig að vera í kryddinu og forritun. Þetta er svona, Veit. þetta var ekki tölfræðilegt tölfræðileg líkindi þarna á milli Nei, nei, en þegar maður hugsar það þá er bara, þetta tengist bakgrunnum mínum. Já, Þetta er random en samt ekki random. Þetta er bara allt bara hvaðan ég kem og já. já. Og svo stofnarðu VConnect sem að hvenær stofnarðu það? Það var ágúst 2021. En það er bara svipuðum tíma. Já, það var ekki planið að stofna 2 á sama tíma en það bara gerist. Já. Og ég fór bara með flæði. Nei, flæðni á þú. Auðbjörg, ég var að tala um Auðbjörg og hún er yfirmaður minn á kennslumiðstöð. Við vorum akkurat að tala um flæði Við erum nefnilega með líka svona breathwork vinnustofur og það er akkurat svona þessi tíðni að geta verið á 2 stöðum verið í tækninni en síðan í þessu mannlega. Þannig að vera í flæðinu það er Já. þetta tengist en þið eruð á svona sérhæfa ykkur aðeins í gervigreindartækninni og gera notendum kleift að nýta gervigreindarlausnir. Já. Nú er þetta náttúrulega búið að vera alveg rosalegt ár 2025 að Já. mjög hröð þróun. Hvernig gengur ykkur að fóta ykkur þar? Já, einmitt. Þegar við byrjum 2021 þá bara, byrjaði þetta náttúrulega, við fórum að vinna í machine learning verkefnum og gagnavinnslu verkefnum en við vorum ekki beint að tala það, þetta var bara nokkur verkefni sem við vorum að vinna í. Svo 2024 í febrúar þá fór ég í 2 vinnuferðir. Ein ferð til Danmerkur og ein til Helsinki og markmiðið var að bara ég er með tengslinni þarna en ég vildi svona tengjast meira þessu fólki, sjá hvað þau eru að gera og sjá hvort við gætum gert eitthvað saman, bara stækka okkar business í þessum löndum. Og ég var í svona market research, þannig ég tók fullt af fundum og var að pitcha fyrirtækið og segja hvað við erum að gera. Og ég man það var einn fundur, síðasti fundur sem ég tók í Köpen. Og Alin sagði eftir ég var að segja þetta sem við gerum og hann sagði, Sava, þið eru nú þegar að vinna í gervigreind, hefurðu hugsað eða pælt í að bjóða upp á gervigreindarþjónustu? Og ég var, gervigreindarþjónustu? Hvað meinarðu? Já. Og hann sagði, þetta er að verða hæp núna, við erum allavega í Danmörku að gera þetta, bjóða upp á gervigreindarráðgjöf, hjálpa sprotafyrirtækjum að innleiða gervigreind í bara vörurnar sínar. Og ég sagði, ok, interesting. Allavega, við héldum áfram spjallið og svo þegar ég fór í Helsinki þá tók ég nokkra fundi líka og það var einn ali sem að hjálpa fyrirtækjum að stækka í Helsinki og fá fjárfesta. Ég var ekki þá að leita fjárfesta en það var bara allt í lagi að taka þessa umræðu. Og aftur, við fórum bara yfir þessi verkefni sem við erum að gera og hann sagði sama. Og hann sagði, ég held þið verði bara að tala meira þennan hlut, gervigreind. Og ég kom aftur heim og ég var ennþá að hugsa fólk kemur með alls konar tillögur. En svo ákveður þú hvort þú viljir taka þetta áfram eða ekki. Og fór að pæla aðeins meira í þessu og það var þá mars. Þannig ég sagði,
Það greinilega eitthvað sem að gerast í Finnlandi og Danmörku en Ísland ekki ennþá að tala það. Þannig við ákveðum þá bara að taka þetta inn og vera meira tala meira þessi gervigreindarverkefni, setja það meira á heimasíðu okkar og bjóða upp á gervigreindarþjónustu. Og við tókum fullt af fundum með opinberum aðilum, stofnanir og sveitarfélög og líka fyrirtæki á Íslandi og það gekk bara svona hægt og rólega, það alveg, mikil breyting frá því þegar ég tók fundi í fyrra. Já. Hvenær var það? Byrjaði í apríl og núna í apríl, fólk búin að byggja mikla, þekkingu í kringum tæknina, veit miklu meira það, veit að þetta ekki hæp. Í fyrra fólk sagði, þetta hæp, þetta mun fara, bara, já, it will go away. En þetta ekki að fara neitt, þetta bara komin til að vera og já, þannig að við bara, við byrjum smátt að vinna með þessum og við komin með cycle of learning, sem við köllum ferli okkar. Við byrjum fyrst með að fara í námskeið, þar sem við tökum starfsfólk sem hefur áhuga að læra meira gervigreind og tryggja að þessi hópur sé með svipað þekkingu í kringum gervigreind. Og sýna nokkur use cases sem make sense fyrir stofnunina eða fyrirtæki. Og svo eftir námskeið förum í vinnustofu eða workshop með segjum bara eina deild eða einn hóp og brainstormum saman áskoranir sem þau að bregðast við á hverjum degi í daglegvinnunni og svo möppum við þessar áskoranir og hugsum saman bara ræðum hvernig við ætlum að leysa þær og svo sjáum hvort þetta sé eitthvað sem hægt að leysa með gervigreind eða ekki og svo veljum segjum til dæmis eina eða tvær áskoranir og svo förum við mappa niður lausnina. Eftir það förum við sem við kallum POC eða Proof of Concept og veljum smá verkefni. Ég mæli alltaf með að byrja í smá verkefni sem hægt að klára hraðar og svo mappa það fyrst og svo skala upp. Já. Þetta bara frábært og einmitt, hvernig við þetta lýsa þessu einmitt að valdefla fólki sem til staðar vegna þess að það sem að vegna þess að ég er búin að fara svona sveiflast svo mikið úr því að vera bara svona þetta svo óþægilegt að mörgu leyti hvað þetta að gera hratt og það eru stórar áskoranir sem við horfum fram á bara varðandi þörf á endurmenntun og umbreyting á vinnumarkaði og annað en þegar fólk fær einmitt að vera þátttakendur í að innleiða þetta þá held ég að þetta sé svona hámörkun á því að sem best komi út en ég held samt að upplifun mín undanfarið hefur verið svolítið svo að mér finnst pínu svona eins og það þurfi fleiri að gera sér grein fyrir hversu virkilega stór þessi umbreyting sem við erum í sem ekki að fara að koma eða að gera heldur bara sem að gerast. Einmitt, algjörlega, það sem ég upplifaði í bara með samstarfsaðilum okkar og það sem við erum að gera, að maður heldur að þetta sé einfalt og bara, já, ég ætla að fara að innleiða þessa lausn og bara ekkert mál og svo kemur að því, hvaða gögn ætla ég að hlaupa inn og bara hvernig á ég gera þetta og hvaða leiðbeiningar á ég fylgja og hvað mætti setja og hvað má ekki og hvernig hún að vinna í gögnunum og hver á þessi gögn. Þannig að það koma alls konar pælingar og við erum, og það fattar maður, já, við erum ekki alveg tilbúin í þetta. Og það gott að fá teymi eða, fyrirtæki eða hóp sem kannað leyfa, teymið eða fyrirtæki fara gegnum ferlið og gera það rétt. Já. Nákvæmlega og það sem maður kannski rekur svo oft á í allan ég tekið eftir að fólk mjög miklar áhyggjur af persónuvernd og siðferði og annað sem alveg mjög stór viðfangsefni
En ég hef samt líka sagt að notkunarmöguleikarnir þangað til þú ferð að reka þig á það, þeir eru rosalega miklir sko. Þannig að þú veist, hvar erum við með svona low hanging fruit til að byrja að glíma við og kannski áhugavert að fá þína innsýn eða svona þína pælingar það vegna þess að ég er orðinn svona pínu sannfærður það að notkun til dæmis á stórum málíkunnum bara í hvort sem það er ChatGPT eða DeepSeek eða bara hvaða módel sem það er að fyrir starfsmann að nýta að það er svona 20% fræðsla og 80% þjálfun. Já, einmitt. Þetta talað þá fyrst top use cases í bara hvernig þú notar þetta í þínu vinnuflæði í raun og veru hvar þú tekur inn ég ætla að nota stórt málíkan til að hjálpa mig við þetta, ég ætla að nota eitthvað LLM hérna. Bæði bara hvernig þú promptar það og hvernig þú setur inn upplýsingar og ert að búa þetta til custom GPT eða ert að búa til eitthvað svona nokkur að því þjálfunin það er sko mikilvægi þjálfunarinnar að nota þetta. Já, einmitt. Ég sá einmitt eitt vídeo í gær á TikTok. Ég er að fylgja fullt af AI fyrst ráðgjöfum og fólk sem bara fyrst talar AI og automations og hann var að tala rannsókn sem kom frá OpenAI og er að tala top use cases sem sagt hvað er fólk að nýta ChatGPT. Tölum fyrst ChatGPT og svo getum farið í Claude. Og það kom fram að top use case er að fólk er að nota ChatGPT sem sálfræðing þeirra. Eðlilega. Þú veist það sagði rannsóknin sagði það er bara svo mikið svona loneliness og fólk bara vandar manneski til að spjalla við og þarna er fólk að setja í alls konar gögn sig. Já. Það er, já. Og það er náttúrulega kemur Jeff Hinton sem fekk Nobelinn núna og Eliza sem var fyrsti chatbotin sem kemur 1970 eða eitthvað. Þetta kemur mikið úr sálfræðinni. Já. Það er ekki nema von að fólk sé að reyna að nota þetta í upprunalega tilgangum. Ég sá frétt daginn í New York ein kona hætti með kærastunum sínum og fór að nota eða þjálfa ChatGPT til að vera fyrst her dream boyfriend og já. Þetta verður flókið sko. Já, það verður mjög flókið. En varðandi notkun og þetta að þú veist og það er hægt að horfa á YouTube og hægt að lesa sér til og eitthvað svona en akkurat að vera í samskiptum við hölvu sem að svarar manni eins og manneska. Þetta er flókið. Þetta er mjög flókið. Varðandi bara í hvað við getum gert og bara svona til að fá ávinning hratt. Það eru alls konar sjálfvirkni. Auðvitað er hægt að gera sjálfvirkni með RPA-kerfum en það er líka hægt að nota AI í þetta. Þannig mér finnst mjög gagnlegt bara að tengja nokkur tól saman og bæta ChatGPT ofan á eða Claude eða annað módel eða DeepSeek og nota það til að sjálfvirkni væða ferla. Við notum bara í okkar verkefnum bæði í okkar lausnum og verkefni fyrir kuna þá erum við að nota mikið gervigreind til að sækja gögn, bera saman gögn, greina, lesa úr skjölum, nota OCR tól. Mér finnst spennandi tólið sem kom frá hvað heitir það, Claude síðasta lausn, það er rosalega gott. Við notum Gemini núna til að skreipa gögn og það kostar ekki mikið. Við notum Gemini helling núna í apríl og Google senda mér reikning á hann bara á $37 og ég ok, oh my god. Þannig að það er bara magnað. Og það er mitt tæknin er að vera öflugri og ódýrari og maður hugsar, það var strákur sem ég þekki sem vinnur hjá Microsoft, hann var að segja að þú veist þessi
borga fyrir token, að þetta væri svona eins og þegar við vorum að borga fyrir internet, sem að borga fyrir x mörg megabæt eða eitthvað, Já, að þetta mun líklegast hverfa. já, Þannig að við getum notað með mjög stórum hluta til frítt þessi módel, en það er alltaf Google svolítið að keyra þá einmitt. vegferð áfram. Já, mér finnst bara mjög flott hvernig Google kom tilbaka mjög sterkt inn, það var smá bommur í fyrra, en já, það er bara mjög flott núna, mjög gott, Gemini, já, bara þróunin og, já, en varðandi token, já, það kostaði, ég man, í sumar, við vorum að gera innanhús, generative AI verkefni og það var svolítið dýrt. Við vorum bara, að reyna að nota mini, hvað heitir mini GPT, já, sem kom síðasta sumar, það var, þegar það komu inn, þá gáðum við svona X tokens frítt, heldur, og við vorum bara, ok, nota það á fullu. Já. En þetta að breytast núna, sérstaklega eftir Kína kom með DeepSeek og breytti leiknum mjög mikið og líka ég las aðra grein í gær hvernig AI Startup Valuation breyttist eftir að DeepSeek kom inn og fjárfestar eru að fara að spyrja bara, já, hvað kostar þetta og hvað mikið þetta að eyða í þessu, ok, getur ekki notað eitthvað til að lækka kostnað. Þannig að þetta verður meira og meira og ég var með erindi í janúar í festu ráðstefnu og þarna var ég að tala orkunotkun, kostnað, hvernig getum við lækka kostnað og þetta bara mun jafnast saman. Jú, Já. hún notar gríðarlega mikla orku, en þess vegna þurfum við að nota hana í rétt tilvik. Ekki nota hana í eitthvað bull. Nota hana í bara alvöru use case, ekki til breyta heiminum, en bara til að gera eitthvað fyrir almenningin og fyrir samfélagið. Nákvæmlega og ég held einmitt að þetta sé það sem ég hef ekki áhyggjur af, það sem ég held að sé stóra áskorun sem við erum að fá, þetta alveg ofboðslega mikil orka sem að fólk fær með því að nota þessa tækni. Það getur margfalda framleiðina sína og í raun og veru, maður hefur séð bara heiminn sinn stækka rosalega hratt. En á sama tíma þá náttúrulega, og hvað ætlar maður eins og til dæmis þegar þeir eru að innleiða sjálfvirknilausnir og þeir náttúrulega hvatinn fyrir fyrirtæki að auka skilvirkni og auka framleiðni til þess að auka ávöxtun og fá meira fjármagn, en svo það náttúrulega ákveðin svona það er ákveðin þversögn í fullkominni sjálfvirkni þar sem að enginn eftir og ég hef verið að ræða svolítið við fólk, hvað gerir við tímann sem að sparast, allar við bæta bara við þig fleiri verkefnum, ætlum að bæta við okkur streitu, því að þetta kannski tengist því sem ég var að segja, fólk að nota GPT sem sálfræðing að það einmana og eitthvað, því að ætlum við að nota þetta til þess að auka enn á einhver svona samfélagslega vandamáli, ætlum við að reyna að stíga eitthvað tilbaka. Já. Mjög góð pæling, bara, ég að hugsa aftur samtöl sem ég hef fengið með fólki eða verkefnastjórun sem við erum að vinna með og ég hef séð að fólk mjög mikið bara fast í að bara gera, í ferli og ef þú bakkar aðeins tilbaka, þá getur þú séð að það meikar ekki sens að gera sama og sama mánaðarlega og bara til dæmis færa gögn frá A til B og þetta svo einfalt að það þarf ekki að hafa manneskju ekki í fullu starfi en í nokkra daga að gera þetta eða skoða reikninga, bera saman skjöl eða leita gögnum og það og maður heyrir það svo mikið að gera hjá okkur, við getum ekki klárað þessi verkefni, bla bla. Þannig að þarna getur gervigreind komið inn til að hjálpa þeim að sjálfvirknivæða þetta. Þannig þau geta fókusað á að fara
yfir outputið frá gervigreindinni og gert eitthvað annað og fókusa á því sem skiptir máli frekar en að gera eitthvað boring. Ég held þarna getur gervigreind komið mjög sterkt inn. Já, Og svo ég, líka, já, og svo heyrir maður líka að þú veist, til dæmis núna með hagræðinga tillögur í ríkinu og þú veist, við erum eða til dæmis hjá lögreglunni og öðrum stofnum, við erum ekki nóg starfsfólki, við getum ekki klárað þetta, við verðum að minnka kostnaðinn hjá okkur, að þarna getur verið tækifæri. Þú veist, ekki alveg til að bara losna við starfsfólk, alls ekki, en bara til að koma og hjálpa þeim sem verkfæri. já, sem verkfæri og svo verður þetta flókið, eða sko, ég held einmitt að þetta sé nálgunin, sko, en þá einmitt spurningin, ef það skapast akkurat svigrúm, að þá held ég að sko verkefnastjórar og yfirmenn og svona verða að vera mjög meðvitaðir að auka ekki bara á gamla, upp á það, af því ég held að fólk þurfa að fá tækifæri til að vera sko skapandi og fá í raun og veru frið til þess að vinna djúpa vinnu, sem að ég held að hafi svolítið horfið með þess að við erum bara að moka gögnum frá A til B, sko. Nákvæmlega, fólk bara upptekið að bara gera verkefni og þú veist, það ekki tími til að aðeins að bakka og horfa á heildarmyndina. Algjörlega, og maður sér þetta rosalega skýrt í að því á marga vini sem eru læknar og svo bara innan heilbrigðisgeiran, sko, hvað skriffinnska er orðin gríðarlega stór hluti af starfinu, sko. Einmitt. Og ég maður segi stundum bara, þetta allt of dýrt fólk til þess að vera fast við að skrá inn einhver, komur að segja, auðvitað það náttúrulega fylgjast með að þetta sé rétt gert og mikilvæg skilaboð haldi áfram, en svo er líka margt sem orðið bara svona kerfið, einhvern veginn að þjóna kerfinu og enginn kannski getur sagt, já, við gerum þetta svona vegna þess að svona, þetta þú bara tókst við þessu svona og við erum bara að moka. Já, nákvæmlega, þú veist, svona byrjaði ég að gera þetta og þess vegna er ég að gera það svona, sama. Já, þetta er alveg og að því að það var einhver sem sagði, ég var með erindi fyrir heilbrigðisdeildina hjá háskólanum, bara núna á miðvikudaginn, eða þriðjudaginn, og þá vorum við svolítið að tala um þetta og þá var einmitt verið að segja að einhvers staðar hafi maður komið og þar voru menn að moka skurð með skóflum og fullt af mönnum að moka skurð með skóflum og þeir spurðu af hverju ekki nota gröfu við að grafa, þá þyrftum við bara að fengi miklu færri menn vinnu, þannig að miklu betra að hafa menn að moka, sko, hafa allir vinnu. Þá spurði ég af hverju látið þið ekki moka með skeið og fá ennþá fleiri vinnu, sko. Já, ok, sæl. Þetta er svona dæmisaga einmitt sko að sko verndun starfa er mjög flókið viðfangsefni vegna þess að fólk má heldur ekki upplifa það sé bara að moka með skóflu þegar skurðgrafan stendur óhreyfð, sko. Þegar maður hefur séð svona tilraunir og mjög áhugavert að skoða tilraunir eins og hefur verið gert í Kenía með borgaralaun. Að þú veist, þegar fólk fær einmitt frelsi til þess að vinna og ég kemur inn á það sem ég talaði við hann Jónatan Solo. Þegar fólk fær frelsi til þess að vinna að þá fyrir það að gera alls konar, flytja inn krydd eins og þú veist að gera eitthvað svona geggjað að búa til eitthvað svigrúm til þess að gera eitthvað vegna þess að það er svo margir sem eru fastir bara í mokstrinum, sko. Já, sammála, það er mjög gott dæmi. Það var, þú veist, þetta er mjög gott dæmi kryddið, þú veist, ég fékk þessa hugmynd að því ég fékk smá tíma til að tengjast við sjálfur mér og bara hugsa hvað mér langar að gera og þá náði subconscious að hugsa, koma með þessa hugmynd. En ég bara hugsa tilbaka þegar ég var í hugbúnaðarfræði í Túnis, það var svo stressandi að maður, þú veist, það bara ekki hægt, það er ekki sens að svona hugsa í kringum sig og hvað langar mig að gera, þú veist, það bara allt sem að hugsa já, ég bara verði að klára þetta nám og verði að fá vinnu í verkfræði og já, svona er ég að fara að gera það. Já. Og þetta er svona, þetta er náttúrulega mjög stór áskorun fyrir háskóla að glíma við það að allt í einu komin tækni sem að bara gerir langflest verkefni hefðbundin lögð fyrir bara
nánast marklaus og þess vegna fannst mér áhugavert það sem þú varst að segja áðan með þegar þú að tala um fyrirtæki að þau gera hlutina eins og þau ætla að taka þessa tækni og setja hana inn í vinnuferilinn eins og hann núna en skortir akkurat þetta að stíga tilbaka og horfa svona stórt yfir svið. Vegna þess að ég held að það séu fyrirtækin sem að munu blómstra í þessu. Það er þess að þora að hugsa hlutina upp á nýtt. Algjörlega, og ég sé mörg tækifæri til dæmis á Íslandi í orkugeiranum, að nýta þessa tækni til dæmis til að hjálpa okkur að áætla orkunótkun eða áætla og hjálpa okkur með að áætla verð, spá fyrir nótkunina og hegðun viðskiptavini sína og allt þetta. Það eru gríðarlega mikil tækifæri þarna og það er bara spurning hvernig byrja og bara prófa sig áfram. Já, algjörlega ég held að sé með mitt og ég sagði að við munum þurfa að eignast svona íslenskt grunnmódel eins og maður hefur séð að Pólland að gera og fleiri ríki að koma sér upp bara innviðum og það verður þá bara eins og orkuinnviðir og vegakerfið að eiga einhvers konar íslenska gervigreind. Já, einmitt. Bara öryggi og líka bara vernda okkar menningu og vera ekki alltaf háð stórfyrirtækjum sko. Já, það var ein ráðstefna í Dubai og þarna voru World Leaders í fyrra, janúar 2024 og voru frá BlackRock og Bridgewater og þessi stóru fjárfestingafyrirtæki og þau voru að tala gervigreind og fjármál og það var eitt mjög áhugavert ráðherrann frá Emirates og hann sagði við erum ekki að fara að búa til næsta OpenAI fyrirtæki en við munum nýta þessa tækni sem OpenAI með eða Mistral eða önnur fyrirtæki eða DeepSeek til að búa til okkar eigið local mállíkun fyrir okkar fyrirtæki til að vernda gögnunum okkar og hýsa gögnin okkar hér og nota það fyrir sprota fyrirtæki okkar. Og þarna sér hann stór tækifæri og ég held sama með íslenska markaðinum. Við verðum að hugsa þannig. Við erum ekki að fara að búa til mállíkun frá grunni en við munum nota þessar lausnir og þessi tól til að búa til okkar eigin tól fyrir markaðin okkar. Já. Og ég held að bara því fyrir því betra sko. Algjörlega, þetta spurning bara með byrja, bara finnast á byrja. Já, ég veit ekki hvort að þú fylgist með sko, mér finnst það mjög líklegt að þú fylgist nokkuð vel með svona pólitískri umræðu sko og ég fylgdist með kosningunum svolítið vel síðast og mér fannst svona skorta svolítið bara einhvern veginn umræður þessi mál og svo ég að hlusta á verkalýðsforingjana í gær á 1. maí og það var enginn sem minntist á þetta og vegna þess að þetta umbreyting á vinnumarkaði og hún þarf ekkert endilega að vera þægileg en það mér finnst svona akkurat skorta svolítið á ábyrga umræðu hjá pólitíkinni og líka þá að segja við fólk að ég held að það séu alveg alls margir sem eru í einhverjum störfum sem að sér bara það starfum mitt bara að fara að hverfa. Hvað verður þetta mig? Það er ekkert net sko. Nei, einmitt. Ég hef heyrt það mjög mikið líka. Já. Sko, þetta verður ekki sama. Þetta að fara að breytast en þetta ekki að fara að taka yfir störfin okkar. Markaðurinn að fara bara að halda áfram að þróast eins og það hefur gert áður. Þetta ekki nýtt. Við höfum séð hvernig markaðurinn þróast með netsamband, með cloud-tækni, með alls konar önnur tækni. Það kemur ný störf og hverfa önnur störf. Og við verðum bara, og við sjáum bara hvernig nám í háskólum eru að þróast og breytast. Nú til gervigreindar nám í HR og
Já, bara sama, það var ekki forritarastarf, það var ekki cloud sérfræðingastarf, það var ekki UX UI hönnur, þetta kom bara með þróunina sem mjög gott, en svona þetta bara, lífið breytist og heimurinn breytist og við verðum bara að bregðast við. Já, og við verðum að bregðast við raunveruleikanum, sko. Já, og ég held það verður ekki skrítið að fyrirtæki byrja að spyrja í viðtöl, þú að nota gervigreindartól? Hvernig ertu að nota þessa tækni til að spara þér tíma og auka skilvirkni? Ég hef ekki heyrt það ennþá, en það getur verið eitthvað. Finnst þér einhvern veginn eins og, að því ég hef heyrt það fólki sem er hugbúin að gera annað að fólk jafnvel upplifi sko, bara skömm að vera að nota GPT til að hjálpa sér. Já. Hefur eitthvað orðið var við það? Já, fólk líka að feila það. Fólk að feila það, já. Það líka að því fólk komið miklu lengra en fyrirtæki, Já. Það eiginlega starfsfólk sem að þrýsta á fyrirtæki til að undir það, til að byrja að nota gervigreind, og fyrirtæki vilja ekki byrja því þið veit ekki hvaða gögn á að hlaupa inn og hvaða gögn má ekki nota í gervigreind. Algjörlega. Og jú, fólk maður finnur eins og ég má ekki nota þetta. En maður verður líka að passa að ekki setja viðkvæm gögn, ekki setja kennitölur og nöfn og heimilisföng og upplýsingar þig. Jú, allt í lagi að nota hana í svona bara, til að skrifa almenna tölvupósta eða rannsaka, en það bara, fyrirtæki þurfa að bara hlaupa hraðar og komast á sama stað og starfsfólki þeirra. Og starfsfólki, já. Og ég held að sé ótrúlega krefjandi fyrir fólk sem í háskólanámi núna. Og við vorum með nemanda sem á fyrsta ári í hugbúnaverkfræði í HR á ráðstefnu daginn, að þú vilt vera að upplifa einhvern veginn og koma inn í skóla með vendingar og ákveðin koma inn í ákveðin fastmóta kerfi. Og svo bara eitthvað að þróast svona við hliðina og sem bara enginn nær að halda við, sérstaklega ekki einhverjir áfangar í skólum, sem bara einhvern veginn að spæna upp svona það sem að verið að gera. Og það ótrúlegt hvað hvað kerfin okkar eru, og í eðli sínu bara ekki hægt að breyta því að þau eru svifa sein að breytast, sko. Einmitt. Ég var hvenær var það? Ég held í haust. Já, ég var í smá ráðstefnu hjá HR og það var einn kennari sem sagði við leyfum núna í HR, við leyfum núna nemendur að nota gervigreind til að reikna dæmi, en þetta líka tækifæri fyrir kennarana að gefa nemendum enn erfiðari verkefni til að gera. Er þetta ekki rétt? Jú, og þetta einmitt svona stefna sem að því við erum að leggja til pröfu að fyrstu leiðbeinandi stefnunni hjá Háskólanum á Akureyri, og þá þetta einmitt nemendur að geta glímt við áskoranir sem eru krefjandi þó að þau sé að nota ChatGPT. Já. Hvernig notað þú þetta? Sko, bara ég, í daglegavinnunni, það ég nota hana í alls konar, en það ekki sama og hvernig okkar teymi að nota hana í forritun. Þannig að það mismunandi use cases. En til dæmis hjá mér, bara síðasta dæmi, ég er að undirbúa núna webinar í samstarfi við IBM og Arrow, og ég þarf að búa til heimasíðu þar sem fólk þarf að skrá sig. Þannig að ég fór bara inn á ChatGPT og Claude og ég sagði ég er með svona webinar og ég þarf að búa til texta, getur þú hjálpa mér að drafta niður texta með, ég skrifaði textan og svo baði maður rífæna textan, bara á íslensku. Þannig að þetta er eitt dæmi. Við erum að sækja alls konar, við erum að senda alls konar umsóknir sem fyrir styrki, fyrir okkar lausn, og þarna nota ég tól til að hjálpa mér að rannsaka, ég nota mikið þá Perplexity til að finna resources og references og hjálpa mér að finna tölur. Það var eitt dæmi
þar sem við þurftum að sýna hvernig við erum að uppfylla heimsmarkmið. Já, Og ég sagði hérna, við erum að vinna, sirka, við erum að vinna í svona og svona og þetta eru hérna heimsmarkmið. Geturðu hjálpað mér að mappa niður hvernig við erum að uppfylla markmiðin? Og það var mjög hjálplegt, annars myndi ég vera, gervigreind og heimsmarkmið og orkunotkun, það passar ekki alveg saman. nei, það er svona, það er pínu flókið, Já, pínu flókið. já, annað, greinagögn hjálpa mér algjörlega að finna upplýsingar í skjölum. Mér finnst geggja að geta notað Claude, uploada skjal og svo getur hún fundið upplýsingar í þessu skjali. Já, það er alveg ótrúlega öflugt hvað það er orðið, hvað maður segja, skilvirkt og nákvæmt. Já, mjög. Alveg. Já, en í vinnunni eða hjá teyminu, forritararnir eru að nota hana til dæmis til að audita kóða, Já, fara yfir kóða, reviewa kóða, teymistjórinn er að gera það. Og svo er bara, skreipa gögn, bera saman texta, já, það er alls konar. Og svo ef við förum að tala um machine learning, þá er það allt annað. já, Já, það er náttúrulega önnur gervigreind sem er alveg viðeigandi enn þann dag í dag, þó að þetta sé allt svona mesta hæpið sé í kringum þessa generative AI eða þessa skapandi gervigreind. algjörlega. Já. En þetta er alveg svona að vera frumkvöðull og í þessari nýsköpun eins og þú hefur verið að gera. Þetta er náttúrulega krefjandi umhverfi að vera. Þetta er í þriðja skiptið eitthvað sem við spjöllum, held ég. Já, En þú virðist nú bara að vera mjög glaðlynd og það er ekki mikið af svona einkennum kulnunar eða streitu á þér. Þó ég get ímyndað mér að vinnudagarnir þínir séu oft langir. ég er náttúrulega alltaf glöð og fress og Það er mjög gott, það er mikið kostur. ég vakna og bara strax byrja að fyrst gera alls konar grín og stundum dansa líka. Nein. Já. Jú, stundum eru mjög langir dagar. Dagurinn hjá mér endar ekki klukkan 4. Það endar, já, aðeins lengur. En mindsetið er að þetta er ekki vinna fyrir mig, þetta er bara lifestyle. Já. Ég er bara ástríða, ég er að gera þetta því mér finnst gaman að gera það með öllu sem er skemmtilegt og ekki skemmtilegt. Stundum að þarf að gera eitthvað sem er ekki skemmtilegt líka, en þetta er bara hluti af vinnunni. En líka, ég er mjög mikið að ferðast og hitti líka, fjölbreytt fólk gegnum starfið mitt og það er líka mjög skemmtilegt að vinna í ólíkum brönsum, bæði í matargeira og líka í tækni. Og já, en svo er ég að æfa og byrjaði akkurat í þessari viku aftur í Pilates. Ok. Já, gaman að byrja aftur í rútinu og vakna snemma, korter í 6, mæta 6:20 í Vatnsmýri. Og svo Já. beint í vinnuna, já. Alltaf, hvað var ekki, myndbæti daily routine hjá gæjanum sem vaknar klukkan 4. Já. Sástu það ekki? Jú. Þú getur tekið upp þannig, sko. Já. Það væri geggjað. The guru mindset. The guru mindset, já. Já. Ég held að þú sért samt, sko, ég held að það sé alveg ótrúlega, að því mér veist þú alveg bara, það er rosa margt sem að þú ert að gera sem er ótrúlega flott og gengur vel. Og þannig að þú greinilega sé ástríða skýring gegn vegna þess að það er ekki bara eitthvað brjálæðislegt kapitalist drive sem að heldur þig gangandi, sko. Það væri þetta flytjinn krydd frá tónlist, sko. Nei, nákvæmlega. Þannig að það er alveg magnað, sko. Það er alltaf ástríðu, svo kemur allt hitt. Akkurat. Og ég held að það sé svona það sem mun fleyta okkur áfram í gegnum þetta, það er að fólk fái að vinna við það sem það hefur ástríðu fyrir og er ekki fast í einhverju boring
að vera einhver svona inefficiency node í einhverju kerfi, sko, að flytja gögn frá A til B. Einmitt, nákvæmlega. Og Algjörlega. það var nú ég aðeins í kringum þetta frumkvöðlasetur sem hérna á Akureyri, Drift, og sagði nú við Cecilie og ég var að fara að spjalla við þig. Það var nú gaman, sko, og kemur tíðan norður og væri með erindi. Af því að ég held að fólk þarf að sjá, og það svona markmið með þessu hlaðvarpi einhvern veginn, að fólk fá að kynnast fólki sem að gera einhverja spennandi hluti. Það eru rosa margir sem tala tæknina og en svo eru aðrir sem eru að tala tæknina og líka nota hana og reyna að móta einhvers konar framtíð sem við viljum sjá þegar svona þessum öldugangi þegar hægist á. Einmitt. Mér finnst líka mikilvægt bara að sjá, þú veist, hvað þeir eru að gera á Akureyri og hvað við erum að gera í Reykjavík og deila reynslu saman. Það er nauðsynlegt og bara ótrúlega gaman að, þú veist, þegar við spjöllum saman að heyra að þú ert líka með hlaðvarp og er að vinna í verkefni í samstarfi við HA. Já. Og já, það var mjög skemmtilegt að, þú veist, að segja hvað við erum að gera hér, hvað þú ert að gera, já, ok. Það er svo margt nýtt. Og það og þegar við erum að tala um eins og ábyrga notkun gervigreindar og siðferði og eitthvað svona, þetta er allt bara, það er ekki komið það löng reynsla á þetta, við getum sagt að það er akkurat þetta, sko. Þannig að það er gaman að fá að vera þáttakandi. Já, algjörlega. Mér finnst líka skemmtilegt að tala um AI governance og þú veist, bias og passa hvaða gögn hún fá að því, já, við talum aðeins áðan bias, þú veist, hún fær gögn frá okkur, þú veist, hún er þjálfuð á mannlegum gögnum. En það svona auðvitað er hún að fara að sér eins og við erum að gera. Þannig að ég var ég postaði daginn á LinkedIn, ég var að ég sá post frá þú veist, einhverjum á X eða Twitter og hann sagði, ég hugsa, ég er að pæla, þú veist, hvað er gervigreind að eyða mikilli orku í að þessum svörum sem hún fær, takk og please og thank you frá fólki og Sam Altman svaraði og sagði og ég get sagt þér að við erum að eyða milljónum dollarum í þessu. Já. Og ég bara orkunótkun, þú veist, að því fólk segir stundum eftir að fá svör, thank you, you're so sweet or you're so nice, við gervigreind. Og það kostar, þú veist, þegar hún svarar. Og ég postaði það og það var mjög skemmtilegt að fá svör frá fólki. Og sem fólk sagði já, ég ætla að halda áfram að segja takk við hana, þannig að þegar hún tekur yfir heimið þá man hún allavega að ég var þakklátur. Já. Ég verð ekki fyrstur í gapastokk, gervigreindar. Hún kæmi ekki tilbaka. Þú varst ekki þakklátur fyrir öll svör sem ég gaf þér. Já, nákvæmlega. Og já, og það var og það var, ég fór aðeins að rannsaka meira það, þú veist, sjá hvort það skiptir í alvörunni máli að vera kurteis og segja takk við hana. Og það var ein rannsókn sem kom nýlega og segir að það var búin að keyra svona AB-test og það kom fram að eiginlega það skiptir máli að til dæmis í japansku, þar sem kurteis er mjög mikilvægt í samfélaginu. Og þess vegna þarf að vera ekstra kurteis við gervigreind. Á meðan á kínversku, að þú ert að spjalla við á kínversku, þá skiptir meira máli að vera svona straightforward og beinn, frekar en að vera kurteis. Á enskunni þá þarf þetta að vera jafnvægi á milli kurteisis og að vera skýr. Já. Og já, þú veist bara, mig vantar akkurat þetta, gerðu það. Og smá kurteis. Já, þannig að þetta er ekki svart eða hvítt. Nei, þetta er sannarlega og þetta er mjög áhugavert sko, að hún bregst mismunandi við tungumálum tengdur menningu út af þjálfunargögnunum sem hún er þjálfuð á. Eins og ég segi, þetta er bara svona ýkt speilmynd af samfélaginu okkar og þá stafræna fótspori mannkyns sem er einsleitt að mörgu leyti en því fleiri sem að taka þátt og því fleiri sem að láta þetta varða þeim betra held ég þetta verði. Ef þú myndir ráðleggja ungu fólki
frumkvöðlum eða bara fólki sem í háskólanámi eða eitthvað, hvað myndirðu svona, það erfitt að gefa fólki ráð einhvern veginn, en þú veist, eitthvað sem þú myndir vilja? Já, ég myndi fyrsta sem dettur í hug að taka þátt í hackathons. Ég tók þátt í svona háskóla hackathon bæði þegar ég var í námi í Túnis og líka hér í HÍ og ég var sérstaklega þegar ég flutti, ég var svo feimin og maður vissi ekki bara hvernig, maður var bara aðeins ennþá að læra á samfélaginu. Þannig að það var rosa gott að bara kynnast fólki og nemendum og eignast vini af því maður flýtur ekki annað land bara til að læra eða vinna, líka til að eignast vini. Þannig mæli ég mjög mikið með að taka þátt í svona keppnum og kynnast öðru fólki og læra að vinna saman. Af því, þegar við erum í námi, við erum að gera alls konar verkefni saman, en það öðruvísi að vinna í svona keppnum. Það bara allt annað. Þú ert þarna að leysa raunverulegt dæmi eða verkefni og það, maður fullt. Og svo líka færðu oft 24 klukkutíma eða 48 klukkutíma til að leysa þetta vandamál og þarna ertu undir álagi og stress stundum skapar góða hluti. Myndi allavega segja það og svo næsta þegar ég byrjaði vegferðina að því ég fór ekki í masterclass eða viðskiptafræði ég var mjög mikið að hlusta á podcast. Ég elska podcast og mjög mikið líka að lesa viðskiptabækur, bækur business og mindseti sem ég var mjög mikið að keyra á að ef að þessi manneskja getur gert það, þá get ég líka gert það. Við eigum öll 24 klukkutíma og maður reynir bara alltaf að gera sitt besta og lesa bækur, það stundum gaman að heyra að segja það, því að það skiptir máli eða svona, koma að segja svona hæg að taka inn efni að því að lesa það, sko, þegar maður svo gjarn á því að fá bara svona quick fix, horfa á YouTube eða fá svar frá GPT. En ég allavega kann mjög vel við bækurnar ennþá. Algjörlega. En bara takk kærlega fyrir að taka tíma og spjalla. Og ég held að væri alveg tilvalið að við myndum einhvern tímann hittast og taka aftur spjall, af því að þetta að þróast svo mjög hratt og við getum kannski tölum saman einhvern tímann í haustu eða eitthvað, það bara við vorum alveg eftir í vor, og þannig að eða þá að þú eru að kynna einhver krydd fyrir mér og avatararnir okkar verða að í hlaðvarp á meðan. Vera með krydd og AI event. Já, krydd og AI. Það nú ákveðin stemmingi við því. Spicy AI. Spicy AI, já, nákvæmlega. En bara bara takk kærlega fyrir boðið og bara aftur mjög gaman að spjalla og við sjáum bara hvað gerist yfir sumar og það munur að koma fullt nýtt eftir það. Alveg pottið, sko. Já. Safa, bara takk kærlega fyrir að koma í þáttinn og spjalla við okkur. Þetta búið alveg útrúlega áhugavert að heyra þína vegferð og svona hvað þú ert með flotta sýn á þetta allt saman og ég bara hlustundur geta fylgt þér á LinkedIn og svo ertu með fyrirtæki VConnect og kryddin, hvað heitir kryddfyrirtækinu aftur? Mabrúka. Mabrúka, já. Já, það eftir nafnið mömmu mínar. Já. Frábært. Takk. Takk fyrir mig.